Í dag 1. mars eru nákvæmlega 20 ár liðin frá því að sala á bjór var leyfð hér á Íslandi. En ungu fólki í dag finnst það eflaust mjög einkennilegt að hér á landi ríkti bjórbann til ársins 1989. En árið 1979 tókst Davíð Skeving Thorsteinsyni iðnrekanda að höggva skarð í þennan bjórmúr og við skulum rifja upp hvernig hann fór að því. Þrátt fyrir að algert bjórbann ríkti í landinu, máttu áhafnir flugvéla sem komu til Keflavíkurflugvallar kaupa bjór í fríhöfninni og fara með inn í landið og sjómenn nutu sömu forréttinda. Bjórinn var afar eftirsóttur meðal landsmanna og gekk kaupum og sölum á svörtum markaði á háu verði. Þá gerðist það stuttu fyrir jól árið 1979 að Davíð Skeving Thorsteinsson iðnrekandi var að koma heim frá útlöndum og ákvað að láta reyna á bannið og fór með 6 flöskur af áfengum bjór í tollinn. Já, það fauk í mig vegna þess að dóttir mín var þá flugfreyja hjá flugleiðum og hún mátti koma með bjór og gefa mér en ég vann hjá öðru hlutafélagi hjá Sól og ég mátti ekki koma með bjór. Segðu mér aðeins frá þessari atburðarás. Hvar keyptirðu bjórinn og hvernig var þið tekið í tollinum? Ég keypti bjórinn í Luxemburg, var að koma þaðan. Líklega belgískan bjór, 6 flöskur í kippu og svo þegar ég kom til landsins þá lagði ég það bara ofan á körfuna, ofan á vagninn sem ég kom keyrandi með og keyrði inn og þegar þá segir tollurinn, heyrðu, það má ekki vera meira en bjórinn og ég segi, á hverju má það ekki? Já, það er bara bannað. Þú verður að fara í rauða hliðið, segir hún, svo fer ég í rauða hlið og þar er bjórinn tekinn inn og skrifaður upp, mjög kurteisum og elskulegum tollara. Og hann skrifaði þessa rokna skýrslu og kemur með það til mín og segir, já, ef þú skrifar bara undir hér, fæ ég þá bjórinn minn? Nei, þetta er réttarsætt að þú hafi gert tilraun til að smygla bjór og verið tekinn og þú sættist á að greiða sekt. Og ég segi, ég greiði sko enga sekt og ég hef ekki gert tilraun til að smygla bjórnum. Og það er bara svona. Já, það er bara svona, sagði ég, svo labbaði ég út. Og þeir tóku bjóri? Já, og ég hef aldrei fengið hann. Og ég veit ekki hvað það heitir. En ég vona að það farið í einhverja góða maga. Davíð hótaði að fara með mál sitt fyrir dómstóla þar sem það hlyti að vera brot á stjórnarskrá að mismuna fólki með þessum hætti. Það er að segja að leyfa flugliðum að flytja bjórinn inn í landið en ekki almennum farþegum. Og ég hélt það þá, fávisku minni að það væri bannað í stjórnarskránni að mismuna þegnunum og eftir þessi ósköp voru byrjuð þá var mikil skelfing sem greip mig þegar ég fór niður til Einarsson og keypti stjórnarskrána og sá að það var alveg heimilt stjórnvöldum að mismuna þegnunum eins og þið sýndist. Stuttu síðar ákvað Sighvatur Björgvinsson, þáverandi fjármálaráðherra, að breyta reglugerðinni innflutning á sterku öli og máttu nú allir flytja inn ákveðið magn af bjór til landsins við komuna hingað. Málið vakti mikla athygli og var sagt í gamni að þarna hefði Davíð sigrað Golíat. Þetta var náttúrulega algjörlega út í hróahett, að vera með landið fljótandi af brennivíni og léttuvínum og smygli. En að banna þessa einu tegund sem við fundum upp fyrir 1000 árum. Þetta var ekki viðunandi og þetta hefði brotnað fyrir eða síðar. Það hittist þannig á, ég er alls ekkert maðurinn í þessu, það er Sighvatur Björgvinsson sem var fjármálaráðherra í minnihlutastjórn sem stóð í 3 mánuði. Það hittist bara þannig á. Mér er kunnugt um það að sumir aðrir fjármálaráðherrar hefðu aldrei breytt reglugerðinni.